Velkomin að potta mig fyrir Gaman að sjá þig. Gauja, ok, skrítið að taka heyrnartól af. Maður er alveg inn í heiminum, svo bara, back to the fucking real world, maður. Hljómar svona. You're listening to this raspy voice, motherfucker, maður. Herra, við erum með kvættan á gólfinu. Það er þáttu 50, we made it. Þú ert búin að vera að minnsta kosti 10 þættum með eitthvað. Já, það er 20%. Akkurat. Ok, ég er ánægð með það. Ég meina, þú ert að reyna að byrja podcast núna, sjálfur kæða. Ó já, ég er með hugmyndina. Já. Ef þú verður að gera podcast, hvað myndir þú vilja do about it? Ég er ennþá ekki viss hvort ég jú, ég er eiginlega búin að ákveða mig. Já. Ég tala svo lélega íslensku að ég ætla að prófa að tala bara ensku og íslensku eins mikið og ég vil. Já, bara slörra, bara... Já, og svo kannski ef ég er að fara að segja eitthvað djóka eða gera grína ykkur og ég veit hvernig ég get sagt á ensku, þá ætla ég bara að segja það allt á ensku og svo kannski byrja bara að tala íslensku aftur. Þú veist, ég ætla að prófa það kannski. I like that, sko. Og því það væri miklu fyndnara heldur en að hlusta á mig að reyna að fallbeygja 3 orð í sömu setningunni. Fuck íslenska, really, sko. Það er alltaf, þú veist, það var sami gaurinn úr vinnunni sem var alltaf að kommenta eða senda á mig því ég gera podcast. Bara, þú veist, hvað þú segir hvað, ekki dumb. Þú veist, hvað ert að gera með tíma? Fólk hefur alltaf eitthvað að segja. Já, they got opinions. Sérstaklega út í podcastið þitt, er ekki allir alltaf eitthvað að segja, talar of miklu ensku. Það gerist ekki mist mikið núna, maður, eftir að TikTok núna bara, þú veist, nú er þetta bara endalust að krökkum að stoppa mig í búðun og svona. Þú veist, ég fór til þínum daginn, það var eitthvað 10 ára krakkar eitthvað hjóli, og þú bara, þetta var friki. Ég er svona að batna sér það. Þetta hvað? Ég er svona að batna sér það eins og sveppi eða eitthvað. Já, gauður, þú varst barn þegar þú varst að gera Snapchat óti. Já, maður. Hvað varst gamall þegar það var stórt? 15. En það stærsta 18, skilur þetta allt svona. Ok, þannig þú... Ég full grown adult, sko, 18. All my priorities are perfect. Komið hús, svona. Yeah, right. En ég segja, sko, þú varst krakki þegar þú varst með alla þessa krakka aðdáendur og það voru svona krakkara á þínum aldri, svona meira. En svo þegar þú ert orðin eldri, það eru ennþá einhverju krakkaranna frikki snappari, síðan bara frikki snappari og fylgja þér. Og það er ekki eða cool, sko, að hafa, þú veist, fólk sem senda á mig þú veist ekki, ég múið að hlusta í 3 ár. Það er svo bara klikkað. Snapchat og eitthvað. Ég er búin að hlusta í 10 ár, ég get ekki lengur, sko. It's almost Oh over, my sko. God. Við erum að mörkunum, sko. Já. En ég er ennþá með PTSD eftir sísta podcastin. Kötturinn er að rústa snúnum. Kemi, dótið hana. Cool. Hann er einhverju pista á móti, hann feir bara tekka snúrunar, horfur á okkur, kúkar gólfið. Hann er on edge. Þú sér það bara í augunum. Jesus, man, look at that face. En þannig að, þú veit, sko... Hvað fækstu PTSD? Já, að því, það var svo ofta að gerast að ég glemta, þú veist, eitthvað, tengja síman eða eitthvað í svona með snúruna. Slökkust eitthvað myndaðalni. Eitthvað motherfucker ringir. Alert. You fuck. Alert? Hver er alert? Það er my supplier sem prentar allt á þetta. Fucking alert. You fuck. Fuckaði þér. Ég veit hann að fara að ringja kl. 6. We gotta watch out. Það er airplay mode. Ok. Við ætlum að fá 2 símagesti eftir, ok? Yeah. Og kannski smá background af því, ég fylgist með á Snapchat og svona, þá er ég búin að sjá þannig að krakka sem heitir Kristinn sem þú veist, I don't know, man, hann er 16 eða eitthvað og hann er svona, hann er með þetta slördót sem við vorum með líka, sko, og erum alveg ennþá rocking, en nema bara á næsta leveli og þú veist, og yngri og verri, skilur við, því það er alltaf þannig og líka, þú veist, eftir 10 ár því ég mun horfa á Snapchat, þá kannski verður eitthvað krakki bara já, hann er búin að missa alla fallbengar og farnar út úr húsinu. Gaur, það fer örugglega, ef það fer ekki bara í alveg ensku, þá mun það hljóma bara einhvern veginn kannski munum við ekki eins og skilja hver veit, en það er alltaf að fara niður. Svona hversu vel íslenskan okkar er. Ég meina, þú veist, þegar við vorum að tala ensku í grunnskóla þá svona þegar ég verið að hætta því og vilja vera betri, það var svona eitthvað standard og þú veist, hann standard er svo þegar þú ert að spjalla við á SMS eða eitthvað svona,
það bara fara out the fucking window, sko. Já. Núna half the shit sem ég fæ back af eins og starfsmennum mínu dóminur sem voru kannski 18, 17 eða eitthvað var bara svona, eins og ég var að tala við eitthvað gauð frá the UK eða eitthvað, skilur við bara eitthvað we fucking call my fucking Já, og því það acceptable. Já. Það var ekki acceptable fyrir smá tíma. Ég fucking elska að óvart í dökka stóri á Snapchat og skóla og þetta er kannski 06 krakki og bara hvert einasta orð hann bara nefndi ekki að skrifa þetta bara hvert einasta fucking orð bara ég út að labba og það er bara 16 stafsendingarmyndir. It's great, sko. Gauður, ég get ekki sagt neitt það og því ég Hvað? Hvað er í gangi? Hittu tólum með það, damn. Já, ég ætla að segja ég get ekki sagt neitt stafsetningavillur eða neitt, ég er svo lélegur sjálfur þannig alltaf þegar ég horfi á krakkuna verða verri og verri að hugsa ég bara, 1 + 1 er 2 það er pretty much. Ég man alltaf eftir svo sama conversation sem ég hafði með Magga, stjúpaði minn og var alltaf bara ég var í svona 4 ár að reyna að fatta hvað hann var að af hverju var hann svo passionate þetta. Já, hann var get passionate og þú talaði rétt. Já, hann var ekkert eitthvað öskra að vera að tala rétt, hann var svona og hann alltaf spurði mig bara, okkur viltu ekki tala betur íslensku eða svona, þú ræðir íslensku eða whatever og svo með tímunum byrjaði að fatta svona, hans argument er eiginlega bara, þegar hann er stónum fertur þá viltu bara að vill halda íslensku þjóðinni, vill halda tungumál og svona, mér líf kannski ekki þannig núna Örugglega þú líka, mér líður svona svolítið eins og ég mun kannski ekki búa hérna alltaf nákvæmlega að búa í Ameríku vonandi ef þetta verður ekki all burned down for the rest of us Þú verður ennþá í bílskúrnum After fuck Ég veist því svo bara Þýskaland eða eitthvað skilur eitthvað svona cool, Evropst, whatever Það var gaman að vita hvort að þýska og því hún er líka erfið Hún er erfið Hún á ekki að vera jafn erfið og íslenska Nei. En hún er erfið, hún hljómar erfið Það var gaman að vita ef þau eru líka fucking up Það er nefnilega for sure Er ekki allir fucking up? Nei, því, af hverju erum við að tala ensku? Netið, skilur og eftir að við sem eina litla landi sem byrja að tala aðeins mér ensku með netið það er nefnilega máli Ég fatt að þetta, ég bara hugsaði þetta og ég var alveg, það make sense Ef eitthvað kemur mainstream til Íslands mjög frægt þá er það bara mjög frægt eða þá vita allir aðrir það líka við erum svona senast gæðan fyrir utan Afríku ég meina 2020 og byrjaði podcasti þetta er búið að vera huge thing síðan 2011-12 þá var Bill Burr huge podcast og svona take a fucking tíma að koma hérna og vera mainstream hérna skilur við allt bara seint sko finnst þér ekki eins og það sé að vera mainstream bara nýlega Já, Íslandi, jú, bara sísta árinu skilur Svona eins og Joe Rogan var kannski fyrr Meinar bara podcast in general Já, bara podcast þegar allir byrja að hlusta á podcast Já Bara það, veistu eitthvað 2013-14, þá voru Logan Paul reyndar ekki Logan en það var huge podcast at that time og það er ennþá að fá svona svipun með núna skilur þannig að það hlýtur að vera bara í Ameríka þannig að var þetta huge þá Já það tók alveg auka 5 ára eitthvað að koma hérna Já, það ekki, það er það sem ég er að skilja út af því þú byrjaði að hlusta á undan mér held ég Hvað, nástu 2011-12 Já, mjög snemma Bill Burr var rocking me to sleep the fucking Yankees man, the fucking Já, einan sem hann gerir pirraður en hann er svo fyndinn Ég veit allt fótbolta bara frá Bill Burr sko NFL fótbolta Já, ég veit ekki hvernig leikurinn virkar en ég veit fullt af fucking stats Já, sem heilin hefur ekkert að gera Já, Derek Jeter's stats Já, ég man, ég byrjaði að hlusta á svona 14-15 svona mikið podcast og svo kannski, ég veit það ekki 2017-18, þá fannst mér eins og fólk var að tala hvað er þetta Joe Rogan? Hvað? Þú veist, það var ekki bara, það sagði ekki podcast ég er svo oft, 2014 eitthvað sem ég var að segja hvað hlustu þú tónlist eitthvað? Ég er podcast og það veit ekki hvað podcast er skilur það er ekki að cool það var bara eitthvað útvarpstáttur kænda Ertu að tala hlaðvarp? Þetta er vandamál með svona þegar ég gera TikTok myndbönd og svona á ég að tala ensku, íslensku mér langar að tala ensku því þá nærðu meiri fólk eitthvað en svo oftast nærðu bara öllum í Íslandi
og þá fæ ég, þú veist, komment bara eitthvað þú tala ensku um mig þú veist, bara allar að missa viti að skilja þig allir já, en það er bara það er eitthvað við það, þú veist það er alltaf einhver sem alveg akkur talar ekki bara íslensku þeir kannski skilja ekkert, þú veist ég er ekkert á TikTok til að ég ætla ekkert að vera hérna alltaf, ég ætla ekkert að tala við 1000 manns á Íslandi, og er þannig bara íslensku já, þú veist, þú verður að stekka, þú verður að gera þetta ensku, notaði hashtags og allt þetta shit, maður pældi hvað sem ekki að veri ef ég myndi bara tala íslensku og ensku svona 50-50 á podcastum mitt fucking fá ykkur útlenska áhorfendur sem skilja helmingin það er gett cool að skoða, þú getur skoða analytics, hvað er það fyrir views ég fæ svona, þú veist, eitthvað 7% frá Suður Afríku hvað er það? Það getur náttúrulega bara verið eitthvað bots eða eitthvað, en þú veist ég er að vona svo mikið að það er eitthvað í Uganda bara, þú veist, rockin' potti og veit ekkert hvað er það sem bjóð til svona, þú veist hvernig þeir finna shit af gödunum og þeir búa til síma og tölvur og svona, enga ég bjóð til fartölvu okay. Eftir að tala við hennar 15 ára krakka hennar frá Uganda ég var ekkert að fatta að Uganda er bara, þú veist það er líka massively ríkt fólk hennar, skilur ríkar á Íslandi, skilur já. Ég held að það væri svona eins og hérna favelas allt væri fossetinu líka bara I'm broke as shit oh shit bro spyr ykkur fossetu, hvað er þú ekki ætla þurrka fötum minn hérna hvað, ég veit það ekki taka riðið að þakka mér og reyna ekki að fá alnæmi, ég veit það ekki vorum að það er allir í söm botinu ég var að ræða það hvað mikið nögun í Afríku nei, jú, ég veit það ekki hversu mikið er í Afríku bunch of rapes, sko, en að ertu búin að lesa það eitthvað? Nei, þetta er sko geðvikið þættir sem ég byrja að orta að horfa þess að þætti eftir hræðilegt One Night Stand hún kveikt á þessu þættum áru Did the Deed og prison world's toughest prisons eitthvað svona shit, right? Já, ok, hún kveikt á þessu og svo bara horfði ég á það daginn eftir og þetta er bara klikkað þættir þetta er einhver gaur sem var falsely accused fór í fangelsi, man ekki hvað hann heitir fór í fangelsi ykkur ár, skilur, í Breitlandi svo kemur hann út og hann er bara I'll make a TV show about that okay. og hann fer í, þú veist, World's Toughest Prisons í, þú veist fucking Portugal og hey Kissi, cunt þú ættir að segja cunt þegar hann á að hætta hey, cunt nei, hann hætti ekki hætti ekki með fucking hann fer, þú veist, í alls konar lönd og eins og Ukraine var badass já, hvað er það um fangelsi? já, Ukraine, sko, það var annarkvæmt Ukraine eða eitthvað starf í rússnesku slags fucking White Russia já, þú veist þessi, you know, the fucking Slovaki nöfnin, you know, það er bunch of fucking Boris heitir stað you know those Boris countries Boris ég ætla bara ég nenni ekki það, þú veist, við verðum aldrei cancelled that's the clip, við verðum aldrei cancelled við verðum aldrei cancelled ok? og því að þetta er alveg bara ég og þú og 2 símar exactly þetta er bara og son of a bitch getur þú tengt þetta? Kissi getur ég rétti með hana bara dude, the fucking bara taka hann upp bara þannig að hann fyrir í Afríku, right? já og sem að þetta er Afríka, ok, og þú var í fangilsi, right? og þið töluðum að það var, þú veist, 60% líkur að þú verður nauka hvar? Bara í Afríku? Já, í Afríka, því fangilsinu er þannig fucking, ég veit það ég fíla ekki those odds já, öruglega oh my god, það er fucking fyndið það er öruglega meira en 60 því hver er að fara að viðkenna þeir eru naukaðir that's the thing, they don't give a fuck, sko þeir eru bara, yeah, we rape bara allir sama og þetta er eitthvað svona þetta er huge herbyggi, þetta er kannski að stærfi herbyggi mínu og það er kannski bara 20 kallmenni 20 black dick motherfuckers ready to get some white boy ass hann er hvítur, þessi gaur í þáttunum sem fer inn í fangelsi já, þetta var eini þáttur sem hann bara fríka út og hann bara fucking, hann var skítrættur hann fer inn í þetta herbyggi og það er eitthvað svona að sloka á það er svona smá gluggi fyrir hóluna og hann er eitthvað, veist hann inni nei, það er opið, þeir eru með sem opið opna hurð the guards eru bara þannig og þú veist, hann tala þú þarfst að borga um öllum, skilur bara everybody's gotta get paid og já, svo corrupt já, og það er það er engin smokkar það er bara það er eitthvað svona nei, ég held að sé fuck, I'm gonna get this wrong so það er annarkvort engin smokkar eða það eru bara smokkar allstar
en það eitthvað bara enginn vill nota á, það eitthvað svona þing eitthvað, ég man eftir bara Durex kassa nefnilega bara svona á vegginum huge Durex svona bara svona dispenser enginn nota En þú þarft að borga til að fá eitt, ekki? Örugglega ekki sko. Ég ætla að segja það ástæðan That's why these black motherfuckers can't Wow Ég er ekki að segja hvað húðliturinn þeirra En þannig að hann fyrir hann inn og hann situr eitthvað með þeim og þeir eru bara fucking bara hey white boy hey Já þeir eru fucking slefandur good looking legs og það er eitthvað í hotninu bara eitthvað svona eitthvað horfa tippið hans og svo byrjaði að segja bara you would be my wife eitthvað svona ég ekki með gott accent og bara yeah you know I would take you we would maybe go for a walk you know þeir meira lappa út í skilurs and we go back to my place and svo bara tala hann og svo eitthvað kemur tveir hliðina á hann skilur setjast niður og hann hann á gólfinu skilur pingu lítill og einn gaur að tala við og svo bara byrjar að koma inn og hann bara fucking stendur upp og hleypur út Hann hleypur út? Rétt fucking næri sko Hann er bara 5 svartar hendur og rétt svona the guards er að fucking og þeir byrjar bara svona að loka Vá það er fyndið Þetta er the shit man You're gonna get raped joke Hey Raped joke okay Og þannig að, HIV nefnilega vandamál, það allir raped og það notar engin smokk og þannig að ég held að það var eitthvað 50 eða meira % inmates eru með HIV og það ekki sett á in the other chambers. Þannig að inn í þessu herbyggi var alveg 4 hendur I got HIV. Þannig að þeir eru bara AIDS running around, fucking each other, man, having a good time, sko. Þetta bara sounds like a great prison. Ég bara ég fatt ekki eins og hvernig það virkar og því þú sagðir svona 50% af þeim eru með AIDS, right? Svona 60% af þeim eru nauðgæðir Hvernig er ekki meir 50% af þeim með AIDS? Ja, I don't know the numbers en það var ekki creepy Það er mjög creepy Manstu eftir það var eitthvað Auschwitz documentary sem svona þeir svona sína graphs og þeir eru með eitthvað svona þetta how many people fóru í trial fyrir drepa the Jews og svo eitthvað þetta eitthvað sem margir fóru í fangelsi og svo eitthvað svona margir fóru eða voru í fangelsi meira en ára eða eitthvað 10 manns eða eitthvað svo eitthvað 200,000 mann sem var ekkert gert við skilur bara scot free og eins og fangelsi var eitthvað 100,000 mann svo bara eitthvað svona margir eru raping og svona margir eru með HIV bara eitthvað mest megnaðum Þannig það voru flestir raping Já, bara you rape Það voru allir þú veist þetta pocket shit sem þú gerir í Ameríku og að halda á vasanum Það var bara fucking standard bro They got standards Þannig ef þú ert ekki með kærustu þá ertu kærasta Yeah, þá ertu kærasta Þú bara no in between ekkert kjaftaði sko en við erum að taka allar bara rape en það fengi þess að stráka við byrjum að tala hvað er það, Kristinn? Já, ok, kannski þannig að þú veist ég veit ekki mjög mikið þetta þú varst eitthvað að reyna að útskýra ég skal setja kannski nokkuð klips núna þú getur séð þetta núna á podcastinu en þannig að þessi krakki er eitthvað 16-17 og hann er að deyta dóttir Kevins Amerikanin What? Já, ég var búin að gleyma því og sunna alltaf cool sko en þessi krakki ekki að byrja að setja í story eitthvað, við viljum að cancela frikka og ég leið, fuck, nú gerði ég Hvað gerður þú? Já og ég held að fattir ekki hvað að cancela er stort orð núna Það er rosalega stort, já það getur eiginlega þýtt joke og þú ert dauður og rape in Uganda Raped in the ass líka, það er hann ekki starf cancelled er mjög harkalegt orð Hann byrjaði að setja eitthvað svona eitthvað myndbönd bara eitthvað fuck you frikki, ég ætla að koma pottið en samt er hann svo líka bara fan hann ofta að senda á mig eitthvað, ég elskar podcastið og við skal hann gera, hann sendi mig hvernig ísfílaru og hann er á Akureyri núna eða eitthvað hann keypti svona Fortnite byssu fyrir mig þannig að hann var komið gjafir þetta er fyrsti krakkin sem var bara ég ætla að fara á podcastið og byrja bara að köpa gjafir fyrir mig What? Then this is reality Þannig þú getur haft eina Fortnite byssu hann ég held að ég ætla bara að hafa hana hér eitthvað ef þú segir eitthvað nátt á podcastið Já, ef þú þarf á því Þegar við talaðum við eitthvað eitthvað actual adult og ég alveg fucking skítan Hvað sagði þú að vera ósamála mér? Hvað kemur úr byssunni?
Ég veit að þetta svona bananabissa. Ég held að það sé nerfbissa, ég vona það. Ég vona að þú skýtur út banana. Right? Bara straight up real banana. Svona eins og hann að potato bissan sem þeir já. gett hratt bældi að fá fucking banana svona hratt í smetti. Bara fucking cum shot maður. Wow. Banana cum shot maður. Já. Já, þannig að koma. Ég elska svona. Það væri awesome ef þú myndir gera þetta við aðra gesti sem þú þekkir ekki. Þetta hljóð, ef einhver gæi sem þú þekkir ekki kemur með einhvern brandara og þér finnst hann ekki fyndin, gerðu þetta. Og því það væri svo fyndið að horfa að gæja hann síðan alveg, hvað? Varst að dæma brandarann minn? Það er alveg nokkur podcast sem ég tekið sem ég bara finnst terrible. Og veist, ég ætla ekki að segja nafnin. Nú, hvað? Akkur ekki? Hvað? Það er fullt af skitt sem ég væri gett fyndið að hafa bara eitthvað, þú veist, bara, já. Við góð búndur. Eitthvað svona, ég er sammála. Bara, það er gauðir hérna. Elskar hljóðborðið sem þú ert komið með. Já maður, it's great, thank you. Ok, ringi mér þess að gauður maður. Þeir eru bara að vinna eða eitthvað sko, þannig við bara sjáum hvað það svara. Ok. En að Kristinn var að senda snapp ef að skoða það. Skoðum snappið. Hvernig myndir þú ringi í mig, fattur við? Þetta er 5. skipti í dag sko. Hann er spenntur. Hann er ekkert smá spenntur. Það er gaman. Ég skrifaði það svona 3 svar. Nice. Ok, og ég líka að fyndi sko, hann er 16 ára, hann er að vinna hjá okkur fyrirtæki að þrýfa. Oh my god, það gerðist eitthvað við Kísuna. Það var eitthvað að detta og það var þingra en Kísun. Já, þú ætlar að ala hana réttu. Ég er að lappa úti með Kísu og Ól sko, það would be great sko. Það verður gaman að sjá hvort þú verður síðan klikkaður ekki og því það gerist oftast. Já, bara allt í einu byrja enginn hlusta podcastið mitt, allt rennur upp, ég missi vinnuna. Ég kem hingað einn daginn og þú ert örugglega að greiða Kísuna hérna. Búin að vera greiðin í 2 klukkutíma eða eitthvað. Hæ, það. Fríka, það er engin hár lengur. Kom on. Þannig að here's the plan, þessi Kristinn, eitthvað að reyna að cancela mig, við ætlum að hringi í vinn hans, Koppa fyrst. En er hann í alvöru að reyna að cancela það? Bara eitthvað fuck í mig. Hann sagði hann vildi vera, hann var að fullt af fólki gerir þetta svona á Snapchat og Instagram þegar hann annánsa ég ætla að byrja að vera snappari og hann byrja að gera það og byrja bara að posta 1 milljón bara rusli og að því, þetta er bara mjög hvað sem er, klísu kendið þetta er maður fæði svona og horfa kjánarhóll að því, hann er eitthvað hey, ég er að vera að byrja núna og hann byrja að fóta allir myndist í hóp fyrir framan mig svo ég get byrjað að vera snappari myndist í hóp, fagleg röð fagleg beinarhaðir ég geti fengið 100 árautun Köttur kveitti okkur lagi óvart daginn bara ekki 30 mínútur lag við tók ekki þetta í og það var það í gangi þannig að við viljum að fá þess að já, þú veist, ef við langar að snappa eitthvað, byrja bara að snappa, be funny og whatever, en þú veist hann minnst þetta bara dumb en hann fekk fullt að hann var að láta alltaf að gefa shoutout, skiljur og ég fekk eitthvað 300 manns á þessu bara, svona adda mér og þetta var cancelled hvað gerður þú? Já, en sagði hann eitthvað, þú veist ég ætla að cancela þig út af þessu já, bara, þú bara fuck you maður þú bara fucking freaking gay ekkert meira en það, skilur I'm mjög cancelable I'm mjög cancelable, I'm pretty gay, sko Ég var of gay, I don't know Don't get too gay, bros Það er próman híkan, man Þannig að þetta er Koppi sem er að alltaf explain the situation fyrir mig og Arnar Ok, þannig hann er hann er vinur hann, sko Testið á Prófa að spila bara eitthvað lag og það virka hljóða henni sem maður Þú heyrir alveg Jú, ég heyri Æ Jó, Koppi Halló Koppi Já, blessa Blessa, glöndi friki Já Velkomin að potta með frika, maður Velkomin Hvernig er stemningin heim hjá þér? Ég er í vinnunni, sko Nú, Hefur þú tíma? Nú 10 mínútur eða eitthvað? Já
Herru, getur þú, bara svona í stuttum máli, getur þú explaina hvað er gangið með henni Kristinn? Hver er Kristján eða whatever? Hver er hann? Hvað vill hann mér? Þetta er bara eitthvað aumingi sem keirir á maður Suzuki Jimmy, sko. Hann er eitthvað bilaður upp, sko. Þannig að maður þarf ekkert að hrædda við hann. Vélinn í honum eðilegt, hvað er ekkert í þess að vel til að bila? Hvað er það fann að tala um bíla? Við vorum að tala um Hver er Kristinn? Hver er Kristinn? Heit hann Kristinn eða Kristinn? Já, bílun að það, ég leggur alltaf einhelti. Já. Bæði við, þú hefur sendir á mig. Þú er svona á mér að koma á podcast. Hann sendi á mig bara, hei, má ég leggja Kristinn í einhelti? Og ég bara, já maður. Ekkert smá. Já, að leggja Kristinn einhelti er bara my passion, sko. Passion project, maður, gauð. Við erum að fara að ringja hann eftir smá. Hvað ættu að spurja hann? Er eitthvað svona inside jokes kannski sem við getum hoppað inn með? Já, kannski eitthvað svona curveballs. Þú veist, er mammans með krabbaminn? Er pappans löngudauður? Er eitthvað sem við ættum að vita? Hefur hann verið snertur? Nei, frekar Jesus Christ. Oj. Meira svona bara að leggja einu eftir að þeim keirir á Suzuki Jimmy. Gauður, það virkar ekki ef þú kannt ekkert á bíla. Ég kann ekki nætt á bíla. Veistu hvað ég keira? Ég segja hvað ég keiri. Hvað? Ég glemdi því í smástund. Það er Toyota Yaris 2005 ára Yaris sem er svona þú keirir yfir tré, þú keirst yfir fólk sko, keirst yfir fólk. Mér finnst mjög gaman að leggja inn einhelti af því að hann vinnur Akureyri núna og tímir ekki daginn fyrir næsta mánuði. Þannig að hann getur ekki fengið sér hlöllabáta, þannig að ég fæ maður hlöllabáta og sendi slapp á hann að ringja hann eitthvað. Vil sökka það sem fucking einhelti. Svo það var í létta að leggja inn í einhelti bara. Það er mjög létt að leggja inn einhelti af því að hann bara, já. Segir hann bara já, hann tekur það. Tekur hann tekur þessu vel, já. Og þannig hann verður ekki léttilega pirraður. Nei. Veist þú af hverju hann ætla að byrja að setja stóri eitthvað? Ég ætla að vera snoppari, allir að followa mig. Hvað er það? Því hann er obsessed að komast á bóti. Þetta er allt til að komast til kóngsins. Já. Ég byrja þetta podcast í nærbuxum, nú er hann að reyna að koma hérna. Núna hann er að koma í nærbuxum. Hei, hvað er hann að hvað er, ef þú manst eftir einhverju, hvað er svona það harkalegasta roast sem þú hefur sagt við hann? Svona, hefur einhvern tímann farið yfir strikið? Nei, Þetta er góða strákur. Eina sem að ég kann alveg ekki nefnir bíl og hlöðabáta, sko. Bílar og hlöllabáta. Eru þið vinir eða veistu hver hann er? Þið hljóð mig bara eins og Vel að kæristu bara. Gift, já. Þannig að séu gift í 40 ára og basically hann fíla hlöllabát. That's about it. Já, og þið kynntust á bíladögum ekki staðar hjá hlöllabáta. Það er hvernig þið kynntust. Já, classic. Já. Þannig þú er búin að gefa okkur jack shit. Og við viljum fá curveballs. Er hann með 3 eistu? Er hann með eitthvað sem við vitum ekki? Já, nú veit ekki neitt þannig kjátt á sko. Nei, ekkert máma. Ég er náttúrulega svolítið að sitja á það spot. Ég er ábyggilega búin að takka henni svona max 2 vikur eða 3 vikur. Ertu bara nýbúin að kynast honum? Já. Þú sagði ekki það, maður! Hún er fuck er þessi koppi sem hann var að fá að pota í maður. Frikki sagði að það hljómaði fyrir mér eins og þú værir búin að vera vinur hans í 5+ ár. Ég held að þú væri að fara að gefa okkur smá dirt. Damn, já, nei. Ok, ekkert mál maður, en þá bara eitthvað sem þú plugga, eitthvað sem þú segja. Já, ok, plugga eitthvað. Nei, það er sækert. Ef ekkert alltaf Snapchat, viltu ekki setja það út? Nei, Ertu á föstu? Nei. Ég er ekki að spyrja, en gælurna geta alveg. Þú veist. Ég læt Arna senda þér skilbúð, Já, nei. Við getum hjálpast að fá smá pussy. Það eru komið að gott að heyri maður, en að hafa það gott í vinnu. Já, semlega. Já, sjáumst komin. Sjáumst. Já, bæ. Ég held að það væri vinir maður, what the fuck var þetta? Þetta eru bara einhverjum kunningjar maður. Jöfusins anskotans helft. Ég ánsjóks held að þeir væru mjög góði vinir. Hélst þú það líka? Ég líka sko. Ringi mig Kristinn maður, þannig að ég ætla að prófa hringin á FaceTime, sjá hvað það svara því. Það er alltaf best sko. Þú voru að segja þetta með mér hana, 892 sko. 892. Hold on, fuck, hvað er FaceTime?
Viltu fá hann á FaceTime? Já, þetta prófa sko 892 og 892 6868 6868 Það er ekki hægt greinlega okay, ég ætla að ná í Red Bull með hann Let's go Þetta er rétt með Red Bull Halló. Jó, er þetta Kristinn? Þetta er Kristinn. Hold on Það er orka Býtu, Við þurfum smá orki í þig, Kristinn Býtu nú, ég held að sé ekki tengt réttina maður Býtu, getur þið prófað að tala? Eru þið með þér? Þetta virka maður Ok, Kristinn, velkom að potti með frikka maður Já. Þú var svo fljótur að svara og þetta er það eina sem þú hefur að segja Nei, þetta er pottið mitt, sko. Þetta er pottið þitt maður Frikki, velkomin í pottið hans Kristinn. Þú sagði þetta með hérna. Nei Ég svo klar að hann heyrði þetta Yes Shit works Kristinn Við hringdum í Kobba maður, við heldum að þið var eitthvað svaka vina Hann hafði ekkert að segja um þið nema að fíla fokkin hlölla og frændinn snertið þú varst 10 ára Ha? Það hann að segja það? Frændans Ég meina, er það satt? Það er bara það sem hann sagði Ok, heyri einhver í mér eða? Já Hei, það er bara svona mitt lokkar, sko Nei, maður, Kristinn Sko, við vorum að djóka þessu mig, sko Þú byrjar eitthvað á Snapchatina eitthvað Ég ætla að vera snappari Best að fylgja mér Sjáðu hvað ég er flottur Hey, séu planið mitt núna og við ætlum að cancela Frikka snappara og ég ætla að breyta nafnið mitt á stassa Kristinn snappari, Frikki, þú sér þetta Bokkar Já Hvað ertu að gera? Af hverju ættu að fylgjast með þér? Hvað eru stelpunum að bíða eftir? Þú náttúrulega með kæristu Hvað ég voru að bjóða? Ok, ég veit það ekki, sko Ég bara vaknaði í daginn, ég bara, veistu hvað Ég hef ekki betur lífum að gera Nefnum bara að vera eitthvað snappari Ég held að ég sé bara alveg saman á því, sko Ég gera það líka með þér Það er bara hann Ég horfði bara eitthvað snori í þitt og ég bara eitthvað, fuck man Ég hef bara cancela Frikka, sko Ég hef ekki betur lífum að gera Já, þú verður að útskýra það aðeins betur og ég skil ennþá ekki akkur þú vilt cancela hann bara, hvað er með PowerPoint kynninguna? Ég veit ekki, sko Bara að starta allt í bara hug Bara, veistu hvað, fuck it Cancela Frikka Ég ætla bara að taka pottið Pottið hérna Stopp Það er dótt að skili, Kristinn Nei, já, þetta er ekki skili Stoppa þetta, sko Gauð En þú voru að passa maður, getur ekki sagt cancel Þegar ég sá þetta story hjá þér Ég like, fuck, hvað gerði ég með maður Frikki þurft að kíkja í skápið Þú ætlar að cancela kærastunum með Matti Hvað meinar þú? Sunnu? Já, þetta er eitthvað sem er á story Við þurfum að cancela Sunni Það þarf að cancela Sunni Ég mun að þekka Sunnu sem var að leika Hvað heitir shitið sem hún svona bakar En þú ert ekki að baka, þetta er allt plast Svona playmop Já, eitthvað svona playmop Ég man ennþá, vorum eitthvað, 7 ára eitthvað Vorum að baka fucking eitthvað shitty cupcakes og the cupcakes eru bara svona hart plast Já Kristi var ekki svo fættur, sko, hann var bara hugmynd Hann var hundur í ykkur öðru lífi Kristinn er 09 módel, sko Ha? Nei Er hann 09 módel? Já, ég er 03 Hann er fokkið rétt svo 12 ára, sko Ég er hættur að Þetta er bara einelti, sko Vá, veistu hvað? Við vorum akkurat að tala við vinnin hann sem við búin að kynnast í 3 vikur Já, Við heldum að hann var Þið voru búin að tala saman í svona 5 ár Í alvegni Já Sko, venjulega þegar fólk segir við erum eitthvað svaka vinni Þá er það, alright, það er minnst ár Já, þú ert alltaf bara 12 ára Alltaf tíminn líður hægt fyrir þig og svona Allt ekki áttu maður Það er satt svo satt leið og vera eldri Þá fer að taka eftir að vikur farið svo daga stundum Planað þú vikunar Excel-skjali? Ok, kynnar er í 12 ára Nenni út ekki það enda Ég er ekki í 12 ára Nei, þú keyptir Fortnite byssu fyrir mig Hvað er í gangi maður? Það áttir ekki að sjá það Já, þú sett það í story maður Já, þú áttir ekki að vera að horfa á story mitt Gamli Hvað er í gangi? Þú ert ekki að make sense akkurat núna Fyrst viltu fá mig Fyrst viltu koma podcasti Já, ég er að tala podcasti Meist gaman, núna get ég hringt í fólk og svona Þannig að ég get gefið, öðru svona yngri fólki chance eins og þú, 12 ára Og Ekki Kristinn, to be honest, ef þú myndir koma á podcasti Hvað myndir þú vera að tala um? Hvað væri að hlusta á Kristinn fyrir? Fullt of mikið, sko. Bara,
bara, ég minn eitt núna, sko, ég alltaf upptekinn í vinnun, en ég fekk bara í pásu núna. Já, ertu í pásu núna bara? Já. Segðu okkur, hvað ertu að gera í vinnunum að? Þú ert þú varst að væla stóriðin eitthvað, stjóri minn eitthvað, þú verður að explaina það, sko. Hann being called out. Hver gonna cancel núna? Það basically, sko, þetta bara ógeðslega að vinna sér. Frikki ítt á okkar hljóð sem meika ekki sens. Bombing hérna, sko. Hvað segir þú? Nei, ég bara búin að vera að vinna, sko, fyrir hann að fucka, sko, ógeðslega lengi. Ég bara ógeðslega stjóri núna, hvað? Búin að vinna hjá hann eitthvað í mánuð. Segð okkur meira. Já, hann bara rífandi kjátt. Bara því, ef þú gerir eina vittu og ég skil hann að þú verið pyrraðin og þú getur bara talað við mig rólega og sagt að laga þetta. En hann kemur bara eitthvað öskrandi, dregur mann út og eitthvað. Shit, bara á eiranu. Já, heila. Í alvörunni? Já, þú veist, maður ígir alltaf, sérstaklega þegar maður er pottið með Frikka. En þú veist, hvað hann í alvörunni að draga það út? Það er eiginlega sem ég er bara dróð. Bara þegar ég var eitthvað, við erum að vinna því á svona hótel og eitthvað bullshit. Já. Og þessi komin eitthvað, dróð mig bara út og ég bara eitthvað, hvað? Hann bara eitthvað, þú bara geta vittu. Hvað er það talum? Ég er búin að vera að gera það sem ég kom. Hann bara eitthvað, já, þú bara geta vittu. Þorðu, ég skal gera það. Ég bara eitthvað, ok. Hann hljómar eins og bara kjörstu þér. Já, ég meina, hann hljómar eins og hræðilegu leiðtogi og hvernig þú lýstur honum núna, hann skýtur á hann spyr. Já, hann er ekkert að reyna að hjálpa þér að læra eða að gera betur, hann er bara expecting og kanti þetta og svo kanti þetta ekki, þannig að hann er brjálæður. Já, og hann bara ekki að segja, já, ég tók þjóð svona kennslu, ég bara eitthvað kennslu, þú varst bara að sína mér að fucking netinu eitthvað bullshit sem þú skrifaði niður. Sjá mann, býtu, þannig hann gaf þér leiðbeiningar í orðum, skriflega leiðbeiningar, hvernig þú skúrar. Já, og ég sagði það, ég er lesblindur, sko. Ég er lesblindur? Dude, I'm retarded, man, I can't be reading. Hey, lesblindur er ekki retarded, sko. Þetta er einasti. Þetta er my favorite scene. Hver er ítt að taka? Ég er alltaf með tankakallin. Frikki er að taka. Ég taka stjónin, sko. Kristinn, en ég sann skil your pain mjög vel. Ég er búin að hafa mikið að leiðlum stjórum. Það er aldrei gaman að fokkin heyra bara eitthvað öskuð þegar þú ert að reyna að þrífa það eitthvað. Já, shit, ég vildi drepa hann gaf. En sko, samt svona on the other hand, þegið, þú ert ekkert verið að drepa Gauði. Já, nákvæmlega. Þú ert að fá borga. Þú ert aðeins að slaka á, Gauði, en samt, án jokes, eitthvað sem þú gætir gert. Já. Eitthvað sem þú gætir gert. Hversu mikið pirrar þetta þig? Þú verður þetta aftur. Hversu mikið er þetta pirrar þig? Ógeðslega mikið, maður. En þú veist, en svona, þú veist, ertu að hugsa þetta eftir vinnu og líður illa? Það vil ég ekki illa, sko, þetta ég er eiginlega vanir þessu shiti, sko. Ok, en ef þú vilt einhvern tímann í alvörunni gera eitthvað í honum, ekki bara fucking dröpa hann. Já, þetta var bara því orð, það er. Þetta var bara orð, skilur. Kannski hún að Frikka, þetta er bara orð. Ég meina, kannski býr hann til sick diss track, maður veit aldrei, ég veit ekki hver þú ert, Kristinn. En ég er bara að segja, en Kristinn, þú veist, ef hann gerir eitthvað svona aftur, Gauður, veist hvað það ættir að gera það? Veist hvað það fucking... Það hjálpar engum. Ég ætla að hætta við að segja þér. Þú ert ekki nóg fucking gamall. Hvað er það að meina? Ég er 03 fjalli. Já, hlusta það, leiðum að klára. Ok, ég er að hlusta. Ok, þannig ef eitthvað svona shit gerist aftur, í staðis að berja hann, eða þú veist, veistu hvað þú gæti gert í alvörunni? Nei, hvað? Ef hann tekur í þig, ef hann dregur þig út aftur, þú verður bara að fatta það að fólk má ekki hreyfa þig úr einum stað yfir í annan eða snerta þig eða ekki neitt, ekki nema þú vilt það, þannig þú bara fucking ítur honum í burtu og þú spyrð hann hvað er í gangi og ekki reyna að vera, þú veist, eitthvað svona escalata þetta í slag eða neitt, en þú verður að standa upp fyrir sjálfa þig, það er ógeðslega empowering og svo þegar þú gerir það og gæðin er bara hneykslaður út því þú hefur aldrei gert það áður, Gaur, þér líður fucking vel. Gaur, þú mútt fara heima og fucking ríða sjögjölum, just saying. Sjögjölum, 8, 9 Sunna bara watch out. Sunna Gonna get run a train on that ass með 8 gæja. Þetta er samt mjög góð ráð hjá Arnari, treystu mér, ég hef alveg lent í þessu sjálfur að mér bara, ég vann í fisk sko og í fisk ef fokkar ekki upp, þú heyrir allar stjónum hann svo mikið læti og hann byrjar bara að öskra þig og bara fyrir hann í burtu. Prófa þetta bara, þetta er örugglega fín ráð sko, en bara er eitthvað sem þú vilt segja meira, þú erum að fara að klára hérna sko.
Við hvað er búin að ræða lengi núna? Hvernig byrjar það podið? Á, ég? Svona 10 mínútur yfir Á, er þetta að tala núna eða? Bara, hvernig komstu með hugan? Á, hugmyndina, gauð, fucking bara í fucking september í fyrra eða eitthvað tók mig eitthvað 4 mánuði að bara íta á rekord, sko. Þannig að ef þú vilt gera podcast, maður, heyrði mér, fucking let's start some shit. Ég er að segja eitthvað, ef þú vilt vera snappið dögt, sko, byrja á TikTok og byrja á podcast. Já, ég er búin á TikTok þannig í smá tíma, sko. Ég maður, fara að gera eitthvað content, maður. Það er búin að reyna að gera, sko. Sorry, hvað sér? Nei, ég er búin það. Nei, ég ætla bara að segja að þú veist, hefur eitthvað að bæti í þetta cancel dæmi, ertu búin að taka þetta tilbaka núna og þú sér að Frikki er actually kongur inn? Nei. Og hvað viltu að hafa? Frikki kannski kongurinn núna, en hann bara að bíða sínu, sko. Ég skal taka hann á stað og ég skal vera kongurinn hérna frá það. Ef þú gerir það, ég byrja að mæta á þín podcast. Ég skal lofa þér það. Alltaf er free agent, sko. Ég er free agent. Ég mun vera kongur og Frikki kemur senda podcast í mig. Ég til í það, maður. Hann mun vera njánum. Ég er að Frikki. Frikki, ef þú gerir það sem þú segja og aðsækina. Gauðri, ef þú gerir þetta í vinnum, maður, fólk stendur upp fyrir sjónum, maður, kannski bara tökum podcast og heyrum frá þér. Já, Gauðri, ef eitthvað svona gerast aftur og þú gera það sem ég sagði þér að gera, hringdi Frikki og segja honum frá því og kannski, þú veist, það væri gekk gaman að heyra eitthvað svona, ok, ég prófaði þetta og svona gekk þetta. Og það samt segja ykkur, áður skemmt á? Já. Aldrei panta neinta frið frá betri frið. Þetta er ógeðsli vinna. Þetta er bara skýta vinna, skýtpakki. Takk fyrir mig. Hvað fyrirtæki heitir þetta? Betri frið. Betri frið? Já. Það er fucking fyndi ef eitthvað stjórinn finnur út af podcast. Það gæti ekki verið meira. Það gæti ekki verið meira. Það er 11 dagar eftir, sko, hjá mér. Mér alveg saman. Mér langar svo að vita, hvernig reddar þess að vinnu? Er þetta gegnum fjölskyldina eða? Nei, gegnum sinni. Já, ok. Þetta er eitthvað vinur pappennar. Já, þannig, maður. Ok, verður góður samt, maður. Já, startu fyrir sjálf. Er þetta vinur Kevins? Nei, vinur hinn. Ekki stjúp. Alveg pappanna. Já, ég myndi ekki hvað það var. En ef þú segir Kevin ekkert mann, beða heilsónum, Kevin er meistar og eftir góða við hann. Hann mun bara geta þig eða með stæla, so Gæðin var í fucking Navy, sko. Já, gaman, næstu hittur hann spurði hann hvort hann var ekki computer dork í hann að Navy. Þannig að hann var ekkert, þú veist, eitthvað hann var ekkert að skjóta niður helicopters. Það er gott að tala hann, en hvað getur við fundið? Hvað getur við fundið mig? Hvað, þú veist, pluggaði shitið maður, hvað snappið þitt og svona? Face Thomas og svo. Hvað sagði þú? Hæ? Hvað sagði þú? Snappið mig, Face Thomas og svo. Face Thomas, oh my god. Ok, ég sitta í description, ég sé að nafnið þetta er get crazy, þannig að það er ekkert að segja. Já, og sen að næði. Þú veit Instagramið mitt? Til Frikka, við erum alveg saman hérna, sko. Og hvað sem hingurinn er? Er þetta bróðin eða hvað? Ekki? Hæ? Hingurinn? Þetta bróðin eða hingurinn? Nei, þetta er Arnar maður. En jú, bróður. Hvað er það að segja nei? Brothers in arms, buddy. Þannig ok, Instagram myndið því Kristinn, það er opið, það er ekki liked, það er ekki svona private, Patrik. Nice, þá getur fundið dick pics á Instagramun hans og mögulega, en já. Er ekki, bara gott að sjá þér maður og bara hafa gáðan í vinnunum maður. Já maður. Yes. Alright, good night, bye bye. Góða nú. See ya. Ja, þetta var ekki jafn slæmt og ég held, sko. Nei, það var ekki. Hann alltaf bara þú veist, í síðasta gæði, allir á Íslandi eru bara, þú veist. Og ég var ekki að meina, og ég held að hann myndi vera eitthvað retarded eða lélegur eða neitt, sko. Ég bara, ég veit ekkert, ég vissi svo lítið þetta og mér fannst þess að ég myndi ekkert geta hjálpað, en svo var þetta bara gaman. Það var bara flott. Ég var að fatta núna, það væri örugglega gaman að gera svona every 5 podcast, bara Frikki og Arnar solves your problems. Við ringjum í fullt af fólki. Það er rosalega góð hugmynd, mér líst vel á það. Það var í svo með þetta shit, það er svo mikið hægt að gera, sko. Já, það er svo góð hugmynd. Það var hella gaman, sko. Þannig að ef fylgir það, ef við erum með, þú veist, fucking eitthvað, þú veist, það er bara svo gaman að heyra eitthvað.
þú veist, ég reyndi að kissa hana og svo datti og nokka sjálfum út eða eitthvað svona stúpid sögur skilur eða eitthvað og stíðan og bana hýðið þegar þetta kiss hana en við erum komin sko við erum ekki árin eða eitthvað þú veist, 50 þættir ógeðslega glað með það stúdíó alveg eins og ég fíla núna allt, þú veist, það actually stuff aftan og eitthvað svona þetta er beautiful, þú ert búin að koma a long way. Takk fyrir maður, þú veist kannski ég setja mynd af fyrsta podcast og þá var ég í þessu hotni bara ekki í nærbuksunum á einhverjum Það var eins og hostage-vídeó. Já, það er satt. Það var allt hvítt sko. Einan sem vantaði bara þú að halda okkur svona spjöldum help me. Ég man ég notaði þessi fucking micro, hann ekki bara ónýtur Blue Yeti sem ég lánaði þér. Oh my god, ég takkinur fakt. Þannig að bara virkaði ekki þetta. Og ég er ennþá ekki búin að reyna sjálfur að gera það. Okay. Ég eftir að prófa með Audacity. Ég ætla að checka því. Ég er ekki viss. Það er alveg, ég fendi sko þessi það er svona shit sem ég langar í sem krakki. Við erum búin að ferða og það er bara eitthvað crap. Þessi Mike var alltaf svona í YouTube-vídeós, allir YouTubers svona með hann og eitthvað. Ég man þetta, já. Svo kaup ég hann skilur fyrir podcasti og hann er bara hljómar, allir USB-mækar eru svona, það er bara þannig, Dog shit. Já, ef þú ert ekki með XLR þá ertu bara Hey guys, welcome to the podcast. Það heyrst ekki í þess. Hvað er munurinn? Er svona eins og að sé eitthvað meira fyrir? Ég bara veit ekki, það er bara þó kaupir þessu 10 krónar mic með svona þeir eru hljóma miklu betri. Bara okay. Ég er ekki nóg mikið svona audio nerd svo Jón sko. Já. Það myndi ekki að kenna okkur sko en já, maður er mjög glad með hvernig þetta podcast er núna og plön fyrir svona þetta ár. Ég ætla allan að ná einu live showi. Það er alveg eitthvað sem langar fokkin fett að gera. Ég er búin að breyta skoðun á því algjörlega eftir þessu símtali. Já. Þetta sýnir mér að það væri bara ógeðslega örugglega gaman að fá fullt af einhverjum 06 bara alls konar aldursmunni og bara reyna, þú veist, allir að reyna að hafa gaman. Ég held að það verður fucking nice. Sko planið er að ég ætla að fá Eggert á podcasti og spyrir hann úti, hvernig myndi virka. Það er bara að bóka salin eða eitthvað og þetta myndi mest líklega verið þá Secret Seller sem er í bænum sem þú fucking þrisvar á vikuna sko. Tjekka Arnar, ekki að þeim sko. Já. Hvað heitir Arnar Hú eða ekki? Jú, það er Arnar _Hú. Tjekka hann maður, make nice Arnar nice content hver? sko. Arnar Hú. Já, mér finnst þetta mjög gaman að gera TikTok og svona. Þú forsaði mig í það. Það tók þig kannski svona 3 solid mánuði að nefna það. Arnar, ef þú vilt koma shitið út og svona, út á netið og þú veist alltaf bara að reyna að samfara með þang til ég gera það. Mér finnst bara svona að því við erum netið við sjáum hvernig aðri gera þú ætlar að vera uppistandari, þú bara sér hvað allir aðri þurfa að gera. Þarft að reyna að hafa eventually viltu hafa kannski þín einn kennitölu með einn fyrirtæki sem er að, þú veist, sem þú getur bóka sjóin og fá, þú veist, það greitt inn á kennitöluna og þú ert með TikTok með fullt af fylgjendum og kannski með hit-appi sem kemur eftir 4 ár, skilur. Já, alltaf ekki annað. Það þarf að gera þetta allt, sko, en það er gauð sem heitir Arnór Daði, held ég, er hann ekki up and coming star, hvað heitir hann, rauðharður, svolítið chubby. Já, comedian. Já, Arnar. Hann heitir Arnór. Arnór Daði. Já, hann er með podcast með hann Mauricio og eitthvað svona. Er það? Ég vissi það ekki einu sinni. Ég veit ekki hvort þess Mauricio sé fastur gestur eða bara drop alltaf inn. En þeir eru með eitthvað svona podcast á Instagram og þeir eru gerð það vel, sko. By the way, Arnór Daði, hilarious. Já, fucking hilarious. Ég bara hlusta eitt sett hjá hann þegar hann tók var að, þú veist, kærastan sem var að kaupa frisbee og eitthvað. Já. Það var good shit, sko. Hann tekur það sem gerist í hverjum einasta degi, bara svona í dagstæðilegu lífi og hann mér finnst það að vera svolítið svo Bill Burr. Já, allan daginn. Já, bara hlutinni sem pyrra hann gerir grínaði og þetta eru litli hluti sem allir geta svona relata við. Það er eitthvað svona, þegar þú ert að koma í sjó að hlusta alla, þá er svona, þú veist, ég var allan tíma alveg, ok, ég fíla svona djók, ég myndi vilja að gera svona og mér finnst hans stíl alveg awesome að því Bill Burr allan að fyrir mig og Lucy Kay sérstaklega, þeir eru bara 2 grown men. Bill Burr brjálæður en Lucy Kay svolítið meira laid back en þeir eru bara vælum drasta sem gerist í basic lífina, þú veist. Þannig að, þú veist, dóttirinn minn sá mér ekki gras, það er kannski sagan en svo er þetta, þú veist, klikkuð saga og ógeðslega fyndi. Mér finnst það skemmtilega heldur en eitthvað svona heldur en one-liners og svona dót, þú veist.
þetta, þeir tveir hana, Bill Burr og Louis C.K. Little Louis guy Lil Louis Little Louis bro Vá, Já, hvað Lil það Louis. væri flott nafn ef hann væri rappar, Lil Louis Yeah dude Lil Louis, ef ykkur heitir Louis Lil Louis, takk ég Þetta rubber off the tongue sko. Lil Louis, man, wow, ég var að finna nice sick ass nafn ég óskaði þess að ég heiti Louis Svo allt í þetta viku þá ert þú að ringi mig Kannski alveg frikka að Lil Louis komur á Snapchat oh damn, ég hætti að heita Lil Louis á TikTok en so, Louis C.K. og Bill Burr þegar þeir eru upp á sviði og þeir eru að tala bara relationship vandamál að fara á dates, krakkana sína all that shit þeir hljóma bara þeir eru að gabba þig að láta þig halda þeir eru bara pirraðir eða bara þeir eru bara svona en þetta er allt fucking fyndið þeir eru bara gabbaði og þetta er sýning ef þú trúir því að gæin er bara að tala þá er það gegja Akkurat Mér finnst alltaf þetta bara svo það er svona hvað fílar super aggressive varst þessi gauðir hana á fyrsta skipti sem við fórum upp það var einhver, hefur hann mætt þessi feitingur hana Einar sem var öskandi jú, ég manna eftir honum mætti hann ennþá hann mætti fyrsta skipti, já við sáum hann fyrsta skipti og hann var svolítið svona, þú veist og ég hef séð hann nokkur skipti eftir það en svo hætti hann að mæta og svo kom hann einu sinni bara daginn og þá var hann kannski búin að vera í pási í ykkur, ég veit ekki, mánuð eða eitthvað alltaf, ég get ekki annan respekta fólk sem fer ekki upp á svið og prófar þetta já, og mér finnst þetta ekki, ég elska þegar svona unlockar eitthvað nýtt svona, þú prófar eitthvað nýtt hlut og erst alveg wow, núna sé alla hina hliðina og nú get ég þú veist virkilega þú veist þegar fólk er reyna að vera að fyndið og svona sérstaklega fólk skýtur á fólk þegar þeir eru að gera djóka eitthvað þú myndir aldrei þora að fara upp á svið þú veist fyrir fram að kannski tímann og reyna að segja eitthvað fyndið sem gerist við þig skilur oh my god takes balls take some ball og það er alltaf awesome að sjá þessi gaurinn hann alltaf bara hann stíl var bara eins og hvað heit gaurinn frá Austin sem var gett fræði back in the 80s Austin? Já hann öskra alltaf og Joe Rogan fíla hann alltaf Kinnison já. Hann var svona feitur og svona oh my god, gaur, ég byrjar að fíla hann rosalega mikið hefur þú séð þetta bit? Ég elska þetta bit þegar hann tala um að vera giftur og hann spyr gæinn are you married? Okay, so you're planning to get married? Þannig hann myndi alltaf finna einhvern gæja in the crowd og hann myndi finna einhvern svona 27 ára gammal gæja sem er ekki með kæristu með sér og svona vonandi er hann ekki giftur, right? Þannig hann myndi fara so do me a favor, if you ever plan getting the house, the car, the kids, the wife, do me a favor, remember this. Og hann bara öskrar beint í andlitið á hann. Remember this face. Og ógeðslega fucking fyndi, fucking hilarious. Hann þessi gæi sem við erum að tala um, hann er með orkuna. Mér líður eins og hann sé með orkuna til að hann hefur svona raw kannski orku en mér finnst bara eina vandamálið hans þú veist er að þegar djókin hans virka ekki já maður þá kennur hann alltaf bara áhorfundunum það þú veist, það er ekki gott mér finnst þess að þú getur séð ég las þetta mikið þegar til við starfsfólk og svona þú getur séð veist, ef hann er svona attitude í einu þá er hann kannski í þessu líka og þessu þá þú veist, the attitude verður yfir allt þannig að þessi gaur er hann getur ekki höndla rejection í 3 sekundur þannig að hann verður brálaðir og svo líka þú veist, eins og ég var ekki að djóka og ég var að segja eitthvað við eitthvað comedian þá byrjar hann strax að öskra mig þú veist, þú voru að passa ekki I got a tip for you ekki segja neitt til comedians og fullt af svona dóti og svo líka the loudest in the room og ítir fólki eitthvað svona og veist, þetta attitude travels við allt ég skil, connecting the dots passar þannig að og mér líður allan að ég samt respekta alla sem fucking gerir þetta rosalega mikið þegar við förum það allir margir sem ég alveg á mér líður allan eins og þú ert ekkert að taka þetta seriously þannig að kannski ert ekkert að vera genið með þetta þú ert bara og ertu að tala um þú sér fullt af fólki hann inni sem fara upp á svið en þau eru ekki að taka alvarlega mér finnst það leiðilegt en ég er mjög klar í fatta við mig ég fór þrissa með þér eitthvað svo var ég alveg að sjá
alla vinnu sem þú þarft að sitja í þetta til að gera það vel Já, og það var alveg, ég hef bara ekki tíma þú ert með fullt að öðru sér ég vil ekki gera það Og þú- sem einn þeng og þú, hvað fattaður að þú vildir þetta ekki jafn mikið og þú hélst já, þetta var bara svona, þú veist, það verið cool að vera comedian, ég elska comedians Já, en ég hef alltaf verið, þegar ég hlusta á það að tala ég get gert miklu fleira heldur en þeir gera þessu með, þú veist, veggspjald og eitthvað ég get byrjað, ég fíla peninga ég fíla að selja shit, búa til hluti ég fíla viðskiptavini, þú veist, það er kannski ekki besta skilur en svo þetta, það er allt leading to that shit það er ekki, my goal er ekki að vera huge stjarna og vera, þú veist, sveppa auðvitað blöðu með eitthvað show það er hinn hliðin að þessu, það er, þú veist, að vera með fyrirtæki aftan á það sem átta peningana með það, skilur, það er sem allir peningarnir eru ég fíla það meira, sko, ég er ekki að fara venjulega leina, ég er ekki að fara í Vestló til að læra, þú veist, businessfræði og fá mig gráðu og svo prófa að fá mig vinnu eftir á það er bara ekki hvað ég er að gera Svo einhver fucking mongolíti ég Nei, ég er að tjóka drullaði samt yfir eitt félag okkar sem ekki nöfn, en ég var að tala við fucking Kíló og hann var að tala um eitthvað akkurat þetta, skilur þegar hann fór að byrja rappinu þá bara, þú veist, þetta er bara sem ég ætla að gera og bara, Hvað appi? rappi Rappi, já Já, bara í appinu. Sorry þannig að, þú veist, hann búið í þessi 20 ára og eitthvað og það er cool, en hann er svolítið eins og Joey Diaz núna hann er þess að give a fuck núna hann er bara sober og ætla bara að fókusa á því og bara hafa gaman með kæristu sinna hann kom kæristu og eitthvað og bara gett jákvæð hjá honum þannig er ekki lengur eitthvað fókus á rappið og Þannig hvað er hann með healthier já, svona vissa view fullt af kílóum og eitthvað svona Kíló búin að missa kíló? Já, ég þurfti að segja setja það joke Nennar að íta að taka svona því slíkur Ó, er þetta crickets? ég bara Þú vissi ekki hvað það væri hvað er þetta? Þetta verður, this gotta go það er ekki useful for this, sko Ég veit ekki hvað Ef eitthvað kemur út úr skápnum That's pretty Live much á poddinum. bara ef Jóna myndi mæta podcastið þá myndi þetta, þú veist bæði í einu hæ Og það fer hún bara hvað fokki voru að tala um að já, Kíló og vinur okkar ég var að segja honum, þú veist, ég á félaga sem er mikið, þú veist, ég fíla business og svo ég er alltaf að hitta hann eða ofta að hitta hann og að tala um eitthvað svona já, þú veist, mér langar kannski að vera svona með fyrirtæki og hann vill, ég sé það í honum hann vill eitthvað stable vinnu hann vill bara eitthvað cool stable vinnu okay. það er his end goal en hann er flavoring it with að fíla business og vill eitthvað kannski vera svona eitthvað kærustjóri eitthvað í þessu eitthvað Ó, við erum að tala um vinnu okkar ég ætla ekki að segja Já. en hann er samt hann har aldrei prófað neitt samt hann har aldrei prófað að selja neitt og fyrir mér allan að minnst af rosalega skítið ef þú vilt eitthvað vera í, þú veist, að selja dót og eitthvað svona, þú veist, að prófa þig eitthvað, skilur Já. en kannski, þú veist, það er ekki náttúrulega allavega eins, skilur Ná, þú getur það ekki og það er ógeðslega leim að segja þetta en hann er ekki þú Nei, akkurat ef við útskýrum vinn okkar aðeins þá meikar það svo mikið sens hvað hann er að gera Ok, þannig vinnur okkar, þessi gæi við vorum með honum í grunnskóla hann kom í skólan okkar hvað er 7. bekk, eða 8. bekk Já. Hvor var það? og við erum ekki en sama en mjög svipað, þeir eru með svipað bara þeim What? We're back Okay. Ok, þannig að, þú veist, ég var að selja, þú veist, fótboltaspil fyrir utan húsið mitt þegar ég var, þú veist, 9-10 ára eða eitthvað ég maður það var fyrsta svona yeah, you could just sell shit þú getur bara að fara út og verið með 0 krónur nú er ég með 2 skall Sjáðu, það er málið með þig þú hefur alltaf haft þetta í þér út af því þú last ekki hvað hustle þýður í bók þú lærið þér eiginlega ekkert það fyrir en þú byrjar bara að gera það Já. Þannig þú ert svolítið búin að big vera með dick þetta podcaster, sko. Þú ert búin að vera með þetta svolítið í þér you know? Ég bara, það er alltaf það svona phases og svona, og það er ennþá Maggi stjúpáður minn, hann sagði ég kom með 7 þætti eða eitthvað þessu Þegar þú varst komið 7 þætti Já, og Það quit Maggi hefur oft sagt shit sem hann er örugg, ég veit hann er öruglega ekkert að meina þetta svona, en það bara kemur út og ég var ekki að tala um þessu, mér langar að hætta Dominos og mér langar að finna mig einhverja vinnu sem ég fæ minna borga og get fókus á það podcast eða eitthvað svona og hann leiðist, þetta er bara phase samt, þetta er alltaf með eitthvað nýtt phase og eitthvað og ég held að sé meira líka með Jón bróðminn, hann var alltaf með svona, þú veist, at one point hann ætlaði að búa til gítara úr tré og keypt all the shit, gerði aldrei neitt með það
Þú veist, Jón the king af fucking byrja hobbies og bara beint í rusli. Oh man. Hann bara að kaupa suðuvél núna til að sjóða þau svona járn og eitthvað. Hann bara next level machine hann er svona gæði til að kaupa suðvél en hann á ekkert járn til að suða. Hann er samt ekki, hann er búin að vera að tala um að búið til borða og alls svona sitt, hann er ekki búin að gera neitt af því, en núna er að fara að kaupa suðvél og meira dót, þannig að en við erum báða með svona little flavor of this. Oh my god, ég er með fullt að setja sem ég byrjaði á hætti. Já, við erum allir náttúrulega með, þú veist, það er ekki hægt að segja og aldrei hætti ykkur. Ég tók margar svona þegar ég var krakki. Já, og þú alveg sérstaklega þegar við vorum yngri vinir, sko, þú veist, í grunnskóla, þú byrjaði skateboarding, prófaði öðru svona æfingar, ég var aldrei þannig, ég var aldrei að prófa, ég eldi þig held í fótbolta, svo fórst ég box og ég prófaði það líka með hann, og það var fyrsta sem ég alveg, this is my thing also, þetta er, þú veist, þú fílar það, ég nógu góður í þessu, ég elska þetta, get gaman og svona, já, og en þú byrjaði skateboarding og byrjaði að tepla ekki mikið og svo, þú veist, já, þú varst að skrifa dagbækur, skilur sko, in the dizzy, sko, after the back, kannski, nýjunda. Ég byrjaði að skrifa þegar ég var í, nýjunda. Minnst það insane að því? Nei, þetta var, ég byrjaði að skrifa, örugglega fyrsta ári í FS. Nei, guð, þú varst með Rakel, sko. Alveg, já, þú. Ok, það var örugglega tíundabæk, já. Bara, og hvað? Það er bara fullt af svona dóti, skilur, þú varst alltaf að prófa það dót og líka þú ert náttúrulega náttúrulega íþjóttumæður, þú ert svona íþjóttumæður með aðeins four too many IQs, þannig að þú vilt prófa hana. Ég hef mér rosalega mikið af svona, hvað er þetta, hand-eye coordination. Já. Guð, það er klikka á hvað, sjá, ég spila ekki körfubolta eða fótbolta síðan svona við í 8. bekk til núna, og nú er ég náttúrulega eldri og var í boxi minnar og þannig ég alveg næja dribbla ekki eftir what the fuck is this shit og ná að hitta I got a body sem er langa að hafa sem var krakki. Þú varst að reyna að vera fullorðin þegar þú varst krakki. Já, akkurat þannig að þú veist, en sorry, ég katta af hann þú varst alltaf að prófa nýja hluti og svona. Right, ég prófaði þannig, örugglega svona það fyrsta shit sem ég byrjaði í, það var hjólabrætti. Ég held það er það fyrsta sem ég man eftir, þá var ég bara skater guy í Bandaríkjunum og það var náttúrulega bara því ég bjó í Bandaríkjunum og þá var ég gett lengi í því, kannski svona, ég veit ekki, 3 ára eða eitthvað. Svo kom ég til Íslands og þá var veðrið náttúrulega bara haldið geft. Ég vildi ekkert með mig hafa og couple months a year, 88 húsið á þessum tíma þegar ég kom aftur til Íslands, ég man ekki hvað fucking ára það var en þá var 88 húsið var með skatepark svona inni og var alveg back then? Já, 2000 og hvað er maður í 4. bekk? 11 ára? Whatever, en í 4. bekk 2010-11, right? 11-12 10-11 ára ég man þetta því það var stundum opið, stundum ekki, það var ekki hægt að vera hjólabrætti all the time. Svo fór ég fótbolta og ég var ágætur í því og svo fannst mér það ekki gaman og mér fannst þess að ég passaði ekki inn í hópin. Já. Þú veist, við erum báðir alveg sem lasnið það með, fótbolta hefur alltaf verið svona skringileg team thing, ef þú fokkar upp þá bara lyncha þig. Gauðir, það er svo vangifið þegar þú ert í 5. flokk eða 6. flokk eða 4. flokk það er svona miðjan, það er svona fyrsti og 10. flokkar held ég sé það er yngsti og svo er fyrsti flokkur það er það elsti og svo meistaraflokkur ef ég er að ná þessu rétt, right? En ég var hann að 5. ég var 7., 5., 4. og ég man bara tilfinningin var, þú veist, ef þú varst ekki alveg eins og fótboltastrákanir þá þú fékkst ekki þú þurftir annarkvæmt að hanga með hinum aumingjunum eða reyna að vera vinir þeirra og breyta persónuleikanum þínum. Þannig ég sagði fuck that, svo þurfti ég eitthvað annað, fór í box, það var gaman í 3 ár þannig til ég fattaði bara hversu mikið brain damage það var. mjög gott að læra það en það var ómikið brain damage og ég vildi ekki vera boxari, right? Nei. Þannig ég hætti því.
svo fór ég í ræktina fyrst skipti og það var geggjað, svo er ég bara búin að gera heimaæfingu en inn á milli, bara skák hard í 2 mánuði búið ég var góður í að pickpocketa Já, á Þú veist að prófa shit á mér Hvað er fucking, hvað er veskið mitt? Hvað er fucking Já. Og veist líka í grunnskóla þá gat maður alveg tekið pennaveski í 4 klukkutíma já Gives a shit Good, 2 prófin á milli líka og it doesn't matter Doesn't matter Það er samt svo fyndið því veist ég elska alla þessa minningar þó að maður pirraður Svo pirrar og veist alla vinkonum mína sem ég reyndar í að skilur og veist bara finna sögur að bara ég að lenda á andlunni skilur þetta byggið allt sko Þetta gerir þig hverju eftir í dag Já. Ég meina minningu þegar þetta var svona svipum tíma þegar ég held ég vildi vera pickpocket Helgi því hversu retarded ertu og þú heldur á þessu Maybe I'll do this En samt, ef þú vilt vera pickpocket, do it Just do it Chase your dream man Já, nákvæmlega, en það var samt svona weird svona, þú veist, bara prófa, ok, ekki fyrir mig En ég fílaði ekki mikið að minn ég var að prófa En á þessum tímapunkti, ég man að pappi minn gaf mér spy cam pen Þannig að það var svona penni Þú veist ekki eins og þessu Ég er að fiskina núna Ég var að recorda þig Ég var að recorda alla í skólanum This fucking weirdo man Ekkert creepy shit En bara herbyggum Bara gá hvað ég gætt haft hann Þú veist, ok, ég gætt haft hann hérna Fólk spyr ekki út í hann Ég samt að recorda allt Ég gætt haft hann hérna Weird Ég veit það ekki Það var fucking weird að hugsa Það er weird kid bro Weird kid En þetta var bara eitthvað sem ég fekk Ok, ég þarf að gera eitthvað með það Ég man einu sinni Einn gæði spottaði hvað þetta væri Einn gæði Hann Bjartur spottaði þetta Hann bara, ég stóð hana Og þetta var held ég fyrsta skit sem ég kom með pennan Í skólan Og ég vissi ekki hvernig ég átti að haga mér með recording device Veist, mér leiðins ég var What the fuck am I What am I doing with my arms bro Gauði, mér leiðins og eins og ég var nýbyrjar í lögun og ég þarf að gera drug bust og allt þetta og ég var svona ógeðslega stressaður og ég var með pennan eitthvað staðar gett í miðjunni eða eitthvað á bolnum eða eitthvað bara I don't know en þú veist ég var bara svona að benda brjóstkassanum það sem ég vildi taka upp og hann tók eftir ég og hann var alveg hvað er að gera ég var fyrir aftan hann í matröðinni og veist hvernig matröðin getur verið löng þegar þetta er grunnskóla það bara eitthvað og ég var það er svo sett sentry gun þegar Bjartur tók eftir því að ég var að segja mig eins og sprinkler þá var hann alveg hvað er þetta? Og hann bara fattaði það og mér leiðins ég var í nakin ég var alveg ekki segja neina ég skal ekki taka upp þig þegar þú ert að kúka ég skal sína þér alla hina nei, en ég var samt aldrei að gera neitt svona shit en það var mjög fyndið Hvað gerður svo? Fórstu heim, settið í töluna? Settaði töluna, horfði á það og ég myndaði mig bara að ég væri í actionmynd bara eins og eitthvað var að fara að gerast you know? Dude, þú veist svona setningar sem þú heyrið, þú ert krakki gleymir aldrei eins og þegar þú veist að Maggi it's just a phase og ég bara nei Maggi pottið er ekki emo you know? Cue montage Já, og einna fullt af svona dóttir sem var mann og það er einn setning sem hérna frænka mér sagði sem ég hef alltaf verið what the fuck did she mean okay. oft sem ég er alveg maybe this hún sagði, við vorum með leikóku með byssur við vorum með bústað ég kefti byssu sem Nathan átti byssu sem var gett lík þína þannig að Desert Eagle það virkaði ekkert en við vorum bara eitthvað in the forests og ég hef alltaf verið svolítið svona við djókum oft þú veist lífið okkar er þetta documentary My life is a documentary Ok, þú er örgulega að útskýra þetta eins Já, þú veist, við djókum oft að þú veist, við fílum documentary svo mikið þannig ég, allan daginn var alveg til í að gera documentary þú veist, þegar hvernig ég byrjaði, þú veist, fyrsta fyrirtæki mitt Ó já, við elskum svo mikið að horfa á documentary sem fólk og hvernig þeir náðu að verða það sem þeir örðu Kíló gerir documentary saman sig, þú getur bara gert if you want Ég er ekki reyndum að sjá það en tölum hann bara name droppa og ég alveg fuck ég vissi ekki á því þannig ég fór að googla og eitthvað en ég veit ekki hvað ég geti keypta þannig ég þarf alveg að heyra hann þú gast keypta hann bara på tix.is sko þannig að þetta var alveg legit skilur við documentary eins og movie release eða eitthvað sástu veist hvað áland eitthvað klukkutími skilur við bent var í því og eitthvað svona en og alltaf kílaði mig klikka sögur skilur þannig að ég allan daginn mun ykkur tíman
annarkvæmt mun ég gera documentary eða bara þú veist somebody will make it about us, skilur, eitthvað svona. Já, ég meina, það er alltaf fucking það hljómar ógeðslega svona egotistical þegar þú segir það upp átt en það er alveg sama með að vera, þú veist, ég ætla að vera uppistandari, ég ætla að eignast fokkin pening á netri, ég ætla að byggja following og svo selja þeim shit. It's all ridiculous, skilur, þetta er allt skrítið og þú veist, það er, ég þekki engan í Keflavík sem eitthvað reynda að vera eitthvað með following og byrja eitthvað shit og það er ekki engan inn í Keflavík sem gerir það en ég hef kynst nokkur með podcastinu það er great. Já. Snjókallinn er bara inspiration fyrir mig, hann er killing it sko. Hver er það? Snjókallinn? Já, Snjókallinn. Er hann ekki fucking bránaður núna? Takkin Press the button, bro. Guður, ég elska svona pants. Já, ég ætla bara að gera fleiri svona. Já. Ég ætla að halda áfram að gera hræðilegt jók. Bara svo ekki nota þetta. Já, hver er Snjókallinn? Já, Snjókallinn er ég held að sé 0-0. Hann er bara gaur í bænum sem er photographer og hann er gaurin sem ég mun örugglega nota fyrir þig þegar við tökum myndir aðeins, skilur, fyrir þú veist, þau verðum með eitthvað alveg show eða eitthvað. Þú veist, hann tekur svona almennilegar fucking flotta myndir að bara svona bara performing bara whatever, eiginlega, þú veist, hann er með million myndir af bara gorgeous babes gorgeous babes og hann líka sagði sögðan af podcastinu, það var kærast hans var eitthvað hætta með hann og var eitthvað væli í honum, hann má ekki hanga með stelpum, þannig að hann hætti með henni og fór að taka bara myndir með stelpum. Hann hefði átt að segja, ok, en hvernig fílar er bílinn sem þú átt að kera? Bitch, en þess núna að því hann er komið vefsíðu og hefur með ógeðslega flott ads og svona og hann er bara killing it, sko, þannig að ég hversu oft ég að segja þetta á podcastinu en bara checka á hann snjókallinn.is eða snjókallinn Instagram og hann er komið núna á stúdíó með einhverjum 4 gunum þegar að taka upp þætti fyrir RÚV, taka upp mynd og eitthvað shit, þetta er legit, sko. Hvað er hann gamall? Hann er bara 21, 22 það, þú veist, hann allavega og Steinabón, þannig að nokkrir bara, þú veist, ég er svo glad ég hef kynst gegnum þetta og maður svo ánæður að heyra það. Já, bara, it's a good thing, maður fucking tala við fólk, sko og þannig, ef ég myndi vilja fá hann til að taka professional myndir af mér upp á sviði, það var ekkert mál. Alltaf ég, þú veist, þú tar kannski ekki hann til að taka upp á sviðinu en ef þú myndi vilja taka, geðveika myndir sem, þú veist, þú getur nota fyrir promos, þannig að það er kannski svona mynd og þú kannski bara 1/3 eða eitthvað og svo ertu með texta bara betra en þetta fucking garbage ad sem fucking secret seller með. Hey now. Hey, let's relax. Let's put a hold on that. That's my doghouse now. That's where I go. Þannig að documentary, right? Við finnum alltaf eitthvað tangents, maður. Já, þú varst bara að segja að þú veist, við hugsum alltaf lífið okkar eins og ef það væri documentary crew að taka okkur alltaf upp, hvað myndum við gera? Right? Þú veist, þannig að líka hvernig virka minningar fyrir fólk, það er auðvitað áhugavert, hvernig þú hugsar, hvernig þú farið minningar hennar, það lítur að vera auðsnu fyrir alla, sko, og allar hvernig mér finnst það, skilur, það er svona setningar sem ég heyri þegar ég var krakki, sem ég svona maður ennþá. Ég var ekki að leika með byssurna og frænka mig lappar á mig og það er allt, þú lítur alltaf út eins og sett í bíómynd. What the fuck do you mean? Og ég verið í 10 ár bara eitthvað, hvað skilur að meina með þetta? Þú veist, að því ég var alltaf fíla, ég var alltaf að taka bíótufíri og þá, skilur, ég keypti fyrstu myndan með þetta núna þegar við vorum að taka hana Golden Panda. Wait, hvað varstu gammal? Þetta var árið sem byrjum Golden Panda, þannig að 12. Wow, ok, og hún segi hvað? Segð aftur. Ég held hún sagði hann að þú lítur alltaf út eins og sér til bíómynd, eins og ég sé að því ég var að leika eins og sé bíómynd. Það er bara sem ég gerir. Bitch, hvað ég annað að gera? En líka svona hún er pretty autistic, sko. Hún er svona ekki actually, en svona þú veist svona þú veist, you know. Ég var að fara að segja hræðilega hluti en núna get ég það ekki. Nei, hún er ekki actually autistic. Hún er ekki greind. Nei, en hún er með brjála skoðanir stundum og þú veist bara bara stranga skoðanir. Létt fyrir hann að pirra alla, skilur, bara ekkert mál. Og svona if you know who your mother is ég veist að orða þetta við erum að tala mömmu þína allir í fjölskyldunum við vita hvernig við að tala sko. Fikk þið hringt í okkur á podcastinu þú er bara hringi í freka hvað prófum þetta en þetta er, þú veist, ég prófði þetta snart þetta bara setja númerið sitt út, er eitthvað að fara að hringja ef þú ert að hlusta þetta núna það væri klikka
Náttúrulega, þú veist, Eitthvað myndi hringja og náttúrulega, bara þú veist, þau myndir bara hringja því svoandi eitthvað, en hringdi í þetta númer. Og Er þetta live? Nei, það var reynda lag. Það var awesome. En þetta verður live one day, því þú veist, næstu við tökum podcast, við getum notað, ef við með 1000 fylgjendur á TikTok, þá getum við fara live, þá getum við notað síminn þinn eitthvað, og hafa hann hérna, á einum tripod. Ertu múin að kaupa tripod? Nei. Það er bara helgum mér, þú voru bara að gera á hann eitthvað. Er þetta til í tölulistunum? Nei, það er út í helg, sko. Bara. Já, ég veit það. Já, nenni ekki að keyra í bæinn. I don't know. It's not that hard, bro. Ég gera það. Þessi hérna, hann kosti alltaf 4 skall. Nei, þess hana, hann þykkari 4 skall. Ef hann fucking stendur, það er alltaf Shit works, bro. Já. En við erum bara mjög skemmlega þáttur. Við fengum okkur gesti. Ég elska alltaf að tala bara grunnskólan og hvað er í gangi okkur svona og það er eitthvað sem vilt plugga, eitthvað sem vilt koma framfæri með þér. Já. Það fara running for state congress. Ekki alveg strax, en ég er mjög oft á, og ég er að fara að vera á morgun á föstudaginn, hvað er það, 7. ágúst á morgun, ég með hver er það að fara að gefa þetta út? Þetta kemur út þú veist, 12. eða eitthvað sko. 12? Já, það er 13. Ok, og ég get allavega að plugga það að á The Secret Cellar Comedy Club í Reykjavík, bara sömu götuna það sem Hard Rock er, fucking worth it að fara og bara hlæja aðeins. Ég meina, það gerir svo mikið fyrir þig og það eru alltaf sýningar á föstudögum og laugadögum 9:00 og þá þú veist, open mic er 9:00 á miðvikudögum líka fyrir ykkur sem vilja prófa. Það væri geggjað að sjá eitthvað. Senda á okkur, spurja spurningar með fokkin bara. Já, þú veist, ef þið viljið prófa open mic eða eitthvað, fuck já. Alltaf getur leitt inn sko. Sleitt upp, kastar upp á sviði. Good time. Já. Ég veit ekki hvað ég að segja. En jú, það er já. En 9:00 á föstudögum og laugadögum, það er eiginlega alltaf show. The Secret Cellar Comedy Club, það er eina sem ég hef að plugga. Og Arnar Who TikTok, endilega. Gauðir, bara geða ekki að mann að sjá þig. Gekkja. Takk fyrir finnst ég þættir, fucking. Takk fyrir að hafa mig. Good man, þú fucking gestur ástæðin sögla sko. Hver? Þú er gestur ástæðin, þú erum að mæta svo oft sko. Fuck, Það hlýtur að öða sko. Var það spurning? Er ég ekki automatically question, bro?